Sveitarstjórn Mýrdalshrepps ætlar að kvarta til umboðsmanns Alþingis vegna ágreinings við vegagerðina sjóvarnir við Vík. Ekki sé verið að bregðast við þeirri ógn sem stafi af sjávarflóðum og landrofi. Forsætisráðherra Ástralíu fékk óblíðar móttökur í morgun á minningarstundum fórnarlömb hryðjuverkaárásarinnar á Bondi-strönd. Landhelgisgæsla Bandaríkjanna fór borð í 2 olíuskip nærri Venesúela helgina. Spennan milli ríkjanna eykst stöðugt. Jólaverslun í hæstu hæðum, enda jólin handan við hornið. Misjafnt hvað fólki finnst jólagjafirnar mega kosta, allt frá tugum þúsunda upp í hálfa milljón. Svona þetta bara. Svona eru jólin. Gott kvöld. Vegagerðin ætlar að koma upp nýrri varnarlínu við þjóðveginn austan við Vík vegna sjógangs. Sveitarstjórn Mýrdalshrepps telur að aðgerðirnar dugi ekki til og vill varanlegri lausn. Mikill sjór gekk á land hér austan við Vík í Mýrdal í liðinni viku og náði vatnið sumstaðar heimað þjóðveginum. Ef ekki brugðist við hættu því að vegurinn geti farið í sundur í næstu flóðum. Já, við höfum áhuga á því að fara í svona bráðabirgðaaðgerðir að raunverulega hækka land. Það er svona reiðvegur hérna meðfram veginum og áhuga á að hækka það kannski rúman metur eitthvað svoleiðis til þess að koma í veg fyrir að vatni fari alveg upp að hringveginum. Það er í gangi þessi greiningavinna sem fór á stað í sumar varðandi það að finna varanlegri, ef hægt að tala eitthvað varanlegt þarna, þá er það varanlegri svona varnarlínu til lengri tíma. Ég fagna því að vegagerðin sýni einhvern áhuga á sjóvörnum og ástandinu þarna heima. Við höfum áhuga að gera þetta bara á allra næstu dögum ef það er hægt. Við þurfum alltaf að finna einhvern verktaka og við þurfum að bera þetta undir sveitarfélagið og slíkt. Þannig að ég vona að það verði bara, þetta er ekki dýrar framkvæmdir, þannig ég býst við að það verði bara alveg á næstu dögum þannig lagaðar en trúlega ekki fyrir jólsamt. Og sjórinn er ekki beint að brjóta á veginu þarna, ég held að sé ekki mikil hætta á að fara í sundur. Og ég tel að það þyrfti að hefja undirbúning að gerð nýs sandfangara nú þegar. Það sem að vegagerðin er að boða núna, einhvers konar flóðgarður samhliða þjóðvegi 1 er lítill plástur á svöðusár og engin framtíðarlausn. Fyrir nokkrum dögum var hér sjór yfir öllu þar sem ég stend núna og náði vatnið heimað ystu húsunum í bænum sem sjást hérna fyrir aftan mig. Það dylst engum sem að hafa séð myndir frá síðastliðinni viku að þarna eru hús og þjóðvegur 1 sem að stafa veruleg ógn af sjávarflóðum og landrofi og við því ber að bregðast. Öll mannvirki sem að þarna eru að þau eiga sér stoð í deili og aðalskipulagi og hafa hlotið meðferð samkvæmt skipulagslögum og öðlast þar að leiðandi staðfestingar ríkisins og skipulagsstofnunar. Þannig að við erum ósammála túlkun vegagerðarinnar á þessum sjóvarnarlögum og okkur er nauðugur sá kostur að leita til umboðsmanns. Þannig að vegagerðin að ykkar mati er ekki að sinna sínu lögbundna hlutverki? Já. Þúsundir komu saman á Bondi-strönd í Sydney í Ástralíu í dag til að minnast þeirra sem voru drepnir í hryðjuverkum þar fyrir viku. Baulað var á forsætisráðherra landsins. 15 voru drepnir í hryðjuverkaárásinni á Bondi-strönd síðasta sunnudag. 2 menn, feðgar sem höfðu svarið Íslamska ríkinu hollustu sína, hófu skothríð að gyðingum sem fögnuðu upphafi ljósahátíðarinnar Hanukka. Elsta fórnarlambið var gyðingur sem lifði af helför nasista. Það yngsta var 10 ára stúlka. The flame of the final candle will be lit by Michael, father of the youngest victim, Matilda B. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, hefur mátt þola mikla gagnrýni eftir árásina. Hann er sakaður tómlæti, hafandi verið varaður við vaxandi gyðingaandúð í landinu. Honum var ekki vel tekið á minningarstundinni í morgun. Anthony Albanese. Eftir árásina sagði Albanese að skotvopnalöggjöf í Ástralíu yrði hert. Það hefur þegar komið til framkvæmda. Eftir fjöldamorðin í Port Arthur í Ástralíu 1996, verstu skotárás í sögu landsins þar sem 35 voru drepnir, var löggjöfin einmitt hert og aðgerðina núna ríma því vel við það.
En fjölmargir segja að skotvopnaeign Ástrala sé alls ekki að kenna og að ríkisstjórnin skilji ekki að gyðingaandúð sé ástæða árásarinnar á Bondi. Albanese hefur brugðist við og tilstendur að bregðast af meiri hörku við hatursorðræðu í landinu. Bandaríska landhelgisgæslan fór síðdegis borð í olíuskip skammt frá Venesúela. Skipið var á alþjóðlegu hafsvæði skammt frá landhelgi Venesúela. Gæslan fór líka borð í olíuskip á svipuðum slóðum í gær. Þau eru því orðin 3 olíuskipin sem Bandaríkjamenn hafa tekið á sitt vald síðan miðjan mánuðinn og ljóst að spennan milli stjórnvalda í Bandaríkjunum og Venesúela eykst með hverjum deginum. Nicolás Maduro, forseti Venesúela, sem Bandaríkjamenn saka að fjármagna glæpa og hryðjuverkastarfsemi með olíuflutningi, segir þessar aðgerðir Bandaríkjamanna þjófnað og mannrán. Í dag eru vetrar sólstöður, stysti dagur ársins og þó að sumum finnist dimman notaleg þá reynist hún mörgum erfið. Píeta-samtökin standa fyrir vetrar sólstöðu göngu og samverustund í kvöld í minningu þeirra sem hafa svipt sig lífi. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður okkar á staðnum. Sigrún, hvenær hefst samveran? Fólk farið að mæta hér í Klettagarða 12 þar sem að samverustundin að hefjast. Hér verða flutt ávörp og tónlist áður en að vetrarsólstöðu gangan hefst. Guðrún Birna, þessi dimmasti tími ársins erfiður fyrir fólk? Já, við finnum tvímælalaust fyrir þungum símtölum í Píeta-símann og finnum fyrir að skammdegið erfitt fyrir marga og hátíðarnar svo sannarlega erfiðar fyrir syrgjendur og þá sem hafa mist. Og hvað gera Píeta-samtökin? Píeta-samtökin, þau eru aðalega meðferðarsamtök og forvarnar að sjálfsögðu en þau veita viðtöl og meðferð fyrir þá sem eru með sjálfsvígshugsanir og sjálfskaðahegðun og einnig eru þau með viðtöl og sorgarhópa og stuðningshópa fyrir aðstandendur þeirra sem eru með sjálfsvígshugsanir og þá sem hafa mist í sjálfsvíg. Bjarni, þú ert prestur og hefur starfað með Píeta-samtökunum frá því að í upphafi. Hvað vetrarsólstöðu ganga? Vetrarsólstöðu gangan samstæða von. Hún fólk sem kemur saman, mælir sér mót á dimmasta kvöldi ársins til þess að staðfesta það að þó að við finnum fyrir ótta og erum miður okkar í sorginni, að þá erum við ekki hrædd við að vera hrædd og við erum ekki miður okkar að vera miður okkar. Við höfum komist að því með því að koma saman, standa saman og við gerum það aftur og aftur eins og núna með því að kveikja ljósið, ganga hér út að Skarfagarði, setja það niður ljósin, skrá nöfn látinna ástvina og lýsa á gulan vegginn og svo standa nöfnin og skilaboðin á veggnum yfir allar hátíðarnar og þannig kveikjum við von og finnum samstöðuna að vaxa. Já, og þau sem hafa áhuga á að taka þátt í göngunni þá hefst hún héðan klukkan 20 í kvöld og við ætlum að enda á tónlist Lítið ljós. Rússneskt skip sem flytur vopn til Úkraínu varð vélarvana og rak inn í sænska landhelgi. Skipið sem ber heitið Adler og í eigu rússneska fyrirtækisins M-Leasing LLC á lista Bandaríkjanna og Evrópusambandsins yfir viðskiptaþvinganir. Skip félagsins eru meðal annars notuð til að flytja skotfæri og vopn frá Norður Kóreu til rússneskra hermanna á víglínuninni í austurhéruðum Úkraínu. Skipið var vélarvana í gærkvöld nærri Hauganesi í Suður Svíþjóð, varpaði þar akkeri og situr þar enn. Vi har ju varit ombord och gjort en tullkontroll tillsammans med kustbevakningen och polismyndigheten. Så vi bordade fartyget här under natten och för en liten stund sedan blev vi klara med den fysiska kontrollen. Så nu håller vi på att göra administrativa kontroller, det vill säga granska handlingar och liknande.
Fartyget hade ju inte som avsikt att gå in i Sverige, men nu har ju tredje landsgods kommit in i Sverige, så nu får vi titta på vad det är för status på godset och liknande. Så att det pågår en tullkontroll fortfarande, även ifall vi inte är ombord. Finns det någon fara för allmänheten här? Nej, i så fall hade inte jag stått här där jag gör idag tillsammans med dig. Ný könnun sýnir að meiri hluti landsmanna vill banna blóðmerahald. Formaður Dýraverndarsambands Íslands minnir á að fyrir síðustu kosningar sögðust allir flokkarnir sem mynda ríkisstjórn hlynntir banni við blóðmerahaldi og skorar á stjórnvöld að koma því á. Ríflega helmingur aðspurðra, eða 52%, hlynt því að banna blóðmerahald hér á landi, samkvæmt könnun sem Maskína gerði fyrir Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð. 33% eru andvíg banni og 15% hlutlaus. Konur eru hlynntar í því að banna blóðmerahald en karlar og andstæðan mælist mest á höfuðborgarsvæðinu. Minnsta andstæðan við blóðmerahald á Austurlandi. Meðferðin á dýrunum í rauninni ekki í samræmi við dýravelferðarlög af því að dýrin eru svo lítið tamin, þau eru ekki vön meðhöndlun mannsins og verða náttúrulega logandi hrædd á básunum. Auk þessi blóðmagnið sem tekið úr hryssunum með viku millibili yfir 2 mánaða skeið ekki í samræmi við alþjóðlegar reglur. Og það náttúrulega ljóst að þegar það ekki hægt að tryggja mannúðlega meðferð á dýrum í starfsemi, að þá bara eðlilegt að afleggja þá starfsemi. Ísteka vinnur verðmætt hormón úr hryssublóðinu sem notað til að stilla gangmál svína og auka frjósemi þeirra. Fyrirtækið vill sækja starfsleyfi á grundvelli reglugerðar landbúnað og lætur nú reyna á það fyrir dómstólum. Árið 2020 ákvað MAST að skilgreina þetta þannig að þessi starfsemi væri landbúnaður, það væri ekki í vísindaskyni, sem kemur mjög óvart og rauninni bara mjög alvarlegt af því það skýrt í dýravelferðarlögum að ef á nota dýr til að framleiða lyf, að þá það í vísindaskyni, þá það leyfisskylt þess að. Þannig að það kemur mjög óvart. Þá að hlífa dýrum við því að vera notuð í vísindaskyni og það eru þegar til kemísk lyf, það eru til aðrar aðferðir í bjúgfærækt. Þannig í rauninni þarf ekki að taka blóð úr írskum hryssum til að vinna PMSG til að gefa síðan dýrum í verksmiðjubúskap erlendis. Fyrir síðustu kosningar að þá sögðust allir ríkisstjórnarflokkarnir vera hlynntir því að blóðmerahald sé bannað. Og það ljóst að í könnuninni þá afgerandi stuðningur við bann hjá kjósendum þeirra. Og við náttúrulega bara skorum eindregið á stjórnvöld að banna blóðmerahald, taka þetta skref og banna blóðmerahald á Íslandi. Íslendingar verja allt frá tugum þúsunda króna upp í 500.000 í jólagjafir. Sumir segja fólk almennt eyða of miklu í gjafir en aðrir segja fjárútlátin einfaldlega hluta af jólunum. En hver skyldi verðmiðinn vera í ár? Það sé ekki alltaf einhvers þar á bilinu gróflega áætla kannski svona 50-60 einhvers þar þar. Svona 20.000 yfir heildina finnst mér. Já, 20-25.000. Þetta eru 15-20 gjafir held ég. Og ertu með einhverja tölu á því hvað þú ert að eyða miklu? Alltaf mikið held ég. Hvað erum við að tala um einhverju 20.000 eða 100.000? Já, þetta ekki 100.000. En svona, maður þarf einhvern tímann að stoppa. Minnst svona 5.000 í hverja gjöf og mest svona 10.000 í hverja gjöf. Konan sér nú að mestu leita þetta. Þannig að ég kaupi nú bara eiginlega handa henni, sko. Veistu hversu margar gjafir svona þið eruð að gefa saman? Við erum að gefa svona einhvers staðar milli 10 og 20 gjafir. Og hvað áætlur að kostnaðurinn verði í ár við þessar jólagjafir? Ég myndi svona skjóta á, ef maður tekur sko gjöfina til konuna líka sko, að þá myndi nú skjóta á að það gæti nú verið 500.000 sko. Ég myndi skjóta svona 100.000. Plús. Maður tekur eftir því að þetta hefur aðeins hækkað sko, þannig að maður finnur fyrir þessu. Jú. Eru jólagjafir svona stór partur af heildarfjárútlátum fyrir jólin? Nei, eða þú veist, nei. Ég reyna að hafa þetta eins ódýrt og ég get. Þetta nú bara, skal ég segja, jólin einu svona ári og þetta svona bara svo stemning sem að fylgir jólunum. Ég hef bara sáttu við það. Fólk að eyða allt og miklu í þessu jólagjafir. Það gæti verið, já. Það þurfa að taka hart á því í vinnunni eftir jól.
svona er þetta bara. Svona eru jólin. Katrín Agla Tómasdóttir veðurfræðingur, það búist við leiðinda veðri á aðfangadag. Já, strax á Þorláksmessu kvöld þá gengur í sunnan hvassviðri með talsverðri rigningu á vestanverðu landinu og svo aðfangadag það er útlit fyrir sunnan 15 til 25 metra á sekúndu. Þá hvassast á norðvesturlandi og varasamt ferðaveður og talsverð úrkoma á köflum á sunnan og vestanverðu landinu. Og verða þá rauð jól all land eða hvað? Já, spárnar eru að gera ráð fyrir nokkuð afgerandi hlýindum alveg fram á jóladag þannig að það má búast við að verði rauð jól víða land. Hvenær gengur svo þessi lægð niður og kemur skaplegt veður? Það verður áfram nokkuð ákveðin sunnanátt með rigningu á jóladag en svo verður veður orðið skaplegra á annan í jólum. Takk fyrir þetta Katrín Agla, þú fyrir betur yfir til veðurfréttatímanum á eftir. Takk fyrir. Bræðurnir Hálfdán og Matthías í hljómsveitinni Væp þeir ætla að lesa jólakveðjur unga fólksins í fyrsta skipti í sögu Ríkisútvarpsins. Þeir hvetja ungt fólk til að senda skemmtilegar og hressar jólakveðjur, eitthvað nýtt og ferskt. Við erum sem sagt að fara að lesa jólakveðjur sem að unga fólki sendir inn. Já, það er bara konceptið, svolítið. Þetta er bara eitthvað að með að bara allir senda inn. Já, hver sem er. Já, bara hvað sem er, að segja kveðju til hvert sem er. Og við verðum bara hérna tilbúinir til starfa að lesa þér. Kæra Stína, þú ert ansi ágætt, mjög góð í ensku. Skipiti, uppáhaldslagið mitt er Elli Egils. Það er gott lag finnst mér. Á skenki, Elli Egils á bekkinn. Ég sé á skenki, Elli Egils á bekkinn. En nú svona, kannski eldra fólkið hefur alist upp við alla jólakveðjurnar á Rás 1 og það er svona rosa jólalegt og hátíðlegt. Er unga fólki alveg, vita þau alveg hvað þetta er? Ég veit það ekki. Sko, það er spurning sko. Við þurfum alltaf að rífa þetta upp. Já, ég held að það sé komið tími til að rífa upp jólakveðjurnar aftur. Þetta er nefnilega gömul og gilt hefð. Já, mjög virt hefð. Já, alltaf jólin, eða Þorláksmessu, kveikja á útvarpinu. Og heyra kveðjur til alla landsmanna. Sjóða hangikjöt á meðan. Já, þetta greinst þetta er bara fullkomið. Og nú er bara gefst unga fólkinu tækifæri til að gera það. Já, koma með sína kveðjur, koma þeim í gegn. Og hvar getum við heyrt þetta á Þorláksmessu? Þetta verður bara Rás 2. Já, Rás 2. Klukkan 6. Já, klukkan 6. Heldur betur. Þrábeinni. Þú hérna önnur. Já. Gleðileg jól, amma Sigrún, takk fyrir alla pakkana og 5.000 kallinn sem þú gafst mér í apríl. 6-7 fyrir bekkið minn og ég náði svona cirka 6-7 Fortnite Victory Royale í ár. Kær kveðja, Stefán. Kær kveðja frá Bíldudal. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum. Hassan Mustafa var endurkjörinn forseti alþjóða handknattleikssambandsins með miklum yfirburðum í dag. Aston Villa og Manchester United mættust í einu leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni en sigur Arsenal og Everton í gær þýðir að Arsenal er á toppi deildarinnar yfir jólin. Og við veltum því fyrir okkur hvernig Katrína Lunde, sigursælasta handboltakona allra tíma, varð sú besta í heimi og hvernig hún hélt sér þar árabil. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og aðru kveðum ykkur skulle við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sveitarstjórn Mýrdalshrepps ætlar að kvarta til umboðsmanns Alþingis vegna ágreinings við vegagerðina sjóvarnir við Vík. Ekki sé verið að bregðast við þeirri ógn sem stafi af sjávarflóðum og landrofi. Forsætisráðherra Ástralíu fékk óblíðar móttökur í morgun á minningarstundum fórnarlömb hryðjuverkaárásarinnar á Bondi-strönd. Landhelgisgæsla Bandaríkjanna fór borð í 2 olíuskip nærri Venesúela helgina. Spennan milli ríkjanna eykst stöðugt. Við endum þennan fréttatíma á myndum af Hallgrímskirkju sem Ragnar V. Sass tók á dögunum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við þökkum ykkur fyrir samfylgdina helgina. Það eru bjartari tímar framundan. Hafið það gott og verið sæl.